Já, Ragnhildur, staðan er 8-1, þú hlýtur að sátt þetta. Já, mjög. Og hvað getur sagt um þennan leik? Er þetta bara munurinn á þessum liðum? Já, það mætti svo sem segja það. Já, meina, hvað er að gerast þarna fyrir norðan? Akkur eru þið svona svakalega góðar á skautum? Ég held að við fáum bara meiri ístíma og betri svona þjálfara þannig séð. Og það er kannski meira sett okkur fyrir framann hina heldur en hérna. Það er fá mjög mikið seint ístíma og bara eru að æfingu seint á kvöldin og þá nennir enginn að mæta. En þú heldur að þetta sé bara aðstöðumöðurinn fyrst og síðast? Já, og líka bara að það er detta svona út ef við erum alltaf að vinna til dæmis núna 8-1. Þá náttúrulega maður nennir ekki að vera að tapa alltaf, sko. Nei, þannig að þú hefur smá samúð með þessu? Já, eiginlega. En hvað getur þú sagt um svona leikin? Eru þið ánægð með ykkar leik? Já, það mætti meira að fara inn samt, aðeins meira að keyra inn í reboundin, það væri fínt. Og vörnin hún er náttúrulega bara, það er frekar lítið að gera eða hvað? Já, ég myndi segja það. Það hefur komið eitt breakaway á þann en annars ekki mikið. Og svo er þið með annar lið fyrir norðan, eru þær betri eða? Það má deilum það eiginlega. Núna er staðan 1-1 eða svoleiðis, við erum búin að vinna 1 og það er 1. Og er þetta aldursskipt þessi tvö lið? Já, sem sagt, innjurnar eru mest svona undir 20 eða eiga að vera það og ásýni þá yfir 20. Herðu, bara takk fyrir spjall og gangi ykkur vel. Takk sem við leiðist, takk fyrir. Herru Védís, 12-2 er lokastaðan. Hvað getur þú sagt um þennan leik? Það var rosa lítið að segja um þennan leik. Þetta er bara, við börjumst þessari gátum. Það er bara, við erum mjög mikið af meidum leikmönnum, bara 2 síðan í gær. 2 konur aftur, fyrsti leikurinn minn eftir langa tíma. En við gáum okkur allar. Þetta er alltaf koma, kemur hægt og rólega með nýtt lið. Já, ég sá það. Þið gáðist aldrei upp. Það var nú bara mjög flott hjá okkur, þrátt fyrir erfiða stöðu. Já, við erum bara ennþá að læra að spila eins og lið. Við allir komum úr öllum áttum. Og þetta er náttúrulega aðalega úr Birninum og SR. Er þetta svona cirka helmingur eða? Já, svona cirka. Mistum rosalega mikið á kjarna svona á tímabili úr Birninum og líka mjög margir úr SR farnir, þannig að við erum bara með eitt svona stórt sameiginlegt lið. Já. Hvað getur sagt mér um þessar stelpur norðan? Menna, það er bara eins og það er skauti hraðar heldur en þið. Það eru bara með gríðarlega mikla reynslu að því að spila saman, hafa gríðarlega góða aðstöðu og aðstöðu til þess að æfa utan æfingatíma sem við höfum ekki eins mikið. Kannast nú við það sjálf, þetta er miklu tíma fyrir norðan á almenningstímanum sem bætti mig að tala mikið. Þú veist, það er ekkert alltaf nóg að hafa bara þessa reglulegu ístíma. Og bara eins og segi, reynsla. Þær spila allan daginn, allan dag og starra svona hockeysamfélag fyrir norðan sem við erum að reyna að bæta hérna. Þannig að þú ert bara bjartsýn á framtíðina? Já, þetta kemur allt með kalda vatninu. Þetta er búið að ganga ógeðslega vel miðað við skilur að við erum að koma saman. Þetta er fyrst, þetta er eins og mátti búast við fyrsta ári, sko. Þannig að, og eins og með innjörnar hérna á sínum tíma. Við vorum ekkert að vinna fyrstu leikin okkar. Það tók tíma. Það eru búin að vinna sig upp í þetta level. Við höfum eftir að gera það líka. Og hvað ætli segja mér um búningana ykkar? Þetta eru miklar eldingar sem eru á þessu búningum. Þetta er tímabundið. Það var bara ekki búið að panta nýja treyjur. Þær eru í vinnslu, komum bráðlega, vonandi bara strax eftir áramót. Þannig að þetta er bara svona work in progress. Já, ég vona ekki að gagnrýna þetta. Þetta er svona bara, þið eru svo hálfgerðar svona Superman-konur með ennið fyrir framan ykkur. Gömlu narfatreyjurnar. Þetta eru narfatreyjurnar og Hrísey sem þeir spiluðu á sínum tíma. Takk fyrir spjall og gangi vel. Takk.